Já, góðan daginn, kæra gestir, verið velkomin hingað í Álfafellið. Við erum að fylgjast með BH Trials glæný mótaröð sem að eru boði BH-inga hér í Álfafellinu. Ég heiti Jóhannes Bjarki og ætla að vera með ykkur hérna ásamt Tómas Inga. Blessaður Tómas. Blessaður, virkilega spennandi leikur á þetta í gang. Fyrsti leikur BH Trials 2005. Og þar eru Pétur Martin Urbansis Tómasson og Þorbergur Freyr Pálmason að mætast hér í fyrstu umferð. Jói, þú kannski byrja að segja okkur aðeins frá því hvernig þetta virkar, BH Trials? Já, BH Trials, það er svona þessi tími árs þar sem þjálfarar eru að klóra sér í hausnum yfir því hver á að vera í A-liðinu, hver á að vera í B-liðinu. Leikmenn reyna alltaf að sanna sig til þess að fá sæti. Hér er farin óhefbundin leið, eða óhefbundin hjá okkur, þetta er kínversk leið. Það er bara einfaldlega að leikmenn keppa upp á sætið. Þá er stillt upp móti, efstu tveir leikmennir að þeir fá örugt sæti í A-liðinu, en það er ekki auðvelt, meira sem fyrir þá bestu, að ná í þetta sæti, því að þarna reynir virkilega á taugarnar. Hér er allt í húfi. Og kannski það sem er ekstra spennandi er að það eru bara 2 lotur unnar, ekki 3 eða 4 eins og við erum vön. Það breytir dýnamíkinni algjörlega. Hver sem getur unnið þetta, en drátturinn er kominn, hann og birtur í uppbytunum þættinum. Og þetta er svona kannski einn af mest spennandi leikjunum í fyrstu umferð. Já, við erum að tala um 2 leikmenn hér sem hafa spilað báðir fyrir BH. Pétur Martin hefur orðið Íslandsmeistari fyrir BH og Þorbergur Freyr Pálmason var stóð sér frábærlega svona fyrsta tímabili BH í fyrra og hann væri nú til í að tryggja sætið sitt hérna strax með því að ná einu af efstu 2 sætunum í BH Trials. Já, það verður virkilega snyrtilegt hjá honum að gera það sko, en ég meina Pétur veit hvað hann syngur. Það er ekki auðvelt að taka hann sko. Hann er með reynslu og stáltaugar. Þetta reynir kannski meira á taugarnar heldur en á spilagetuna. Já, ég held það, og það eru 2 lotur unnar, það getur allt gerst. Það geta allir mist eina lotu og þá er allt í raun bara komin oddið þannig séð sko, ef maður er að hugsa þannig, þá þarf maður að vinna rest sko. Þannig að þetta er virkilega spennandi að sjá og hér hef ég leik með uppgjöf hjá Pétur Martini. Fínt, þannig að byrjar að fara stutt í forhund. Ég held að við munum sjá alveg mikið af því í þessu leik. Pétur réttendur, Tobbi örfendur. Þetta er svona kannski aðeins önnur dýnamík heldur en við erum vön að sjá í taktíkinni, þar að segja. Tobbi er svona eini örfendi í BH sem er að spila á þessu leveli. Flóstið þarna. Sjá hann, þeir eru báðir frekar bara þægilegir með að fara í spil og láta kúluna hans ganga. Tobbi gríðarlega öruggur þegar komið í spil. Getur blokkað mann út og countra sömuleiðis. Og Pétur gríðarlega duglegur að sækja fyrsta boltann. Vá. Hvílík staðsetning á Pétri þannig að Tobbi var góður að ná þessu og uppskar stigið. Já, flott stiginn í byrjun. Byrjaði vel. Net. Já, segðan Tobbi er dálítið passur hérna í móttökunum og það er bara að opna leiðin inn fyrir Pétur. Vilt ekki spila með Pétur og leiða honum alltaf að sækja undan sko. Það verður dálítið erfitt ef hann ætlar að fara þá leið. Einmitt. Já, það er rétt sem þú segir, báðir leikmenn eru að gera fara út í spil og Tobbi er að gefa sjálfum sér smá afslátt á móttökurum til þess að fá spilið fram. En Pétur er tilbúinn í það, sér við þessu. Hnífja aft hér í byrjun, 4-3. Já, Tobbi dálítið að flýta sér eftir að koma í spil að reyna aðeins of erfiða bolta held ég hérna, að reyna að countra eitthvað fast leið að þú komið í smá spil. Þannig það er kannski aðeins sem bara setja sig upp og velja rétt að bolta. Vá. Snyrtilega gert hjá Pétri þannig, hann er ekki að klára stíðið hins vegar. Hann
hefði átt þetta skilið. Að ná að opna Tobba vel á uppgjöfunum sínum. Hann að breyta til í uppgjöfum, gera þunga snúninga sem að skila Pétur í færi. Lúmskukkið á Tobba. Út af fórnarmegin. Erfitt að taka móti örhundum, sko. Já, Tobbi aftur, hann svona, hann reyna aðeins að erfa hluti, en hann það öruggur, hann kemst upp með það bara að láta kulna aðeins ganga, sko. Já, venjulega myndi ég núna segja við þig, þetta nú bara fyrsta lota, en það þarf bara að vinna 2, þannig að það þýðir ekkert bara fyrsta lota í þessum leik. Nákvæmlega, við segjum hvert einasta stig skiptir ógeðslega miklu máli, það 7-5 núna. Flott opnun af Pétri, næri ekki að fylgja eftir. Það erfitt að spila á Tobba, hann nær alltaf fyrsta boltanum, þannig að maður byrjar stundum að gera aðeins svo mikið og klúra það sömuleiðis, sko. Þannig að sjáum við, óvenjuleg mistök hjá Pétri, klúra uppgjöf. Já, það nú ekki honum líkt að klúra uppgjöf í þessari stöðu. En Tobbi að sigla fram úr honum hér í þessari fyrstu lotu. Já, komið 10-5 yfir. Og klúra Tobbi uppgjöf. Já. Skólabókardæmi vann maður þannig, Jói. Það geti verið, kannski eru bara að hlusta á okkur, svona vill gerast þeirra lýsandinn að kommenta á eitthvað. Sjáum hann að Tobbi var að reyna að koma flippin inn. Ég held að hann þurfa að gera það til að hleypa ekki Pétri of mikið inn í leikinn, sko. Já, 10-8. Já, þessi öfugi snúningur hjá Pétri að skila honum ekki bara færum, heldur líka stigum eins og við sáum þannig að Tobbi greinlega á erfitt með að lesa þessu uppgjöf. Þegar hún að koma svona stutt hálflöng inn á miðjusvæðið. Pétur að gera þetta vel. Já, og aftur kunnuleg Stefana. Já, Tobbi tekur fyrstu lótuna. Ég vil að segja nokkuð jöfn lóta, en Tobbi hann er helviti öruggur í fyrsta boltanum. Þannig að Pétur þarf að passa sig að halda frá að koma sér inn fyrst, en ekki að fara að slá sig út sér næsta bolta strax, sko. Þolinmóður. Já, ég sammála því. Hann búinn að vera miklu grimmari heldur en Tobbi í þessari fyrstu lótu. Það skilaði honum ekki lótunni, en það kannski svona kemst inn í hausinn á Tobba líka. Já, Pétur aðeins að klúra á nokkrum móttökum líka, bara langar ekki að vera fórum, það virkaði ágætlega á Tobba. Pétur kannski flýtir sér aðeins svo mikið, sko. En þetta hægt, en þetta sama og þegar maður að spila við, sko, eins og maður sér hjá Tímo Boll, rosa öruggur að taka móti fyrsta attakk, sko. Þá byrja Hindaldi að reyna alltaf meira og meira. Maður þarf að vera þolinmóður og vera tilbúinn að lúpa kannski 2-3 bolta, ekki bara fyrsta og svo plamma næsta. Erfitt á móti leikmönnum eins og Tobba, sko. Við erum komin tilbaka. Ég hafði svona tilfinningunni að Pétur hafi átt svolítið inni í síðustu lotu, kalt Mattómi. Hann að koma tilbaka með sömu taktík eða hann að breyta til? Já, taktískt held ég að hann var að gera þetta bara vel og muni halda því áfram. En hann aðeins að snatsa á fyrsta boltastundum, sko, og næsta. Það einmitt, koma sér í spil og staðast að fjöla Tobba síðan. Rosalegu leikmaður núna... Lúmsku boltið hana. Pétur held að stíði verið búið, ég held það líka. En þetta var frábær staðsending hjá Tobba hana. Já, þetta var nú ekki alveg rétt ákvörðun með Tobba. Nei, pínu gráður hana í þessum bolta. Já, við sjáum, Pétur ekki mikið að gefa stutt upp í fórhunduna og Tobbi líka á Pétur, sko. Það erfið boltar og óþægilegir, maður þarf að setja hann boltið, eða staðist hann vel fyrst að kannski sérstaklega. Tvö hérna. Sjáum, Tobbi hann ennþá svona. Hann kannski ekki búinn að vanið þessu leik að sækja undan. Hann mikið að lefa Pétur að sjá það. Ég opna hann ekki alveg, dátnar inn hjá honum. En hann leiðir 4-2 í annar lóti. Já, ég held að sé nú rétt með því á Tobba að hann þurfi að koma sínum opnunum inn. Það þýðir ekki bara að bíða eftir að allt lendir Péturs megin og byrja þá að pæla í því. Þá var hann eiginlega orðinn of seinn. Frábær barðan á Tobban á þessu. Pétur mun samt fara þungur á kottan ef hann tapar þessari lótið hér. Já, ég held Dauðafæri.
Hann að fá góðu færi, það eru 2 stig hann sem að Pétur kannski var með í hendi sér. En Tobbi náði að snúa við. Fallegt þannig að Tobba, fallegt. Þetta sem ég er svo ógeðslega góður í, sko. Láta hinn sækja, setur rosa þungan snúning líka í móttökuna, láta hinn sækja með miklu spinni og er svo ógeðslega góður bakmyndana, sko. 6-4, Pétur Aukjöf. Já, vel spilað hann að Pétri. Já, dreifði þessum vel. Þolinmóður einmitt, kom sér spil, dreifði honum. Pétur þekktir fyrir mikinn snúning í lúpunum sínum. Jú. Sérstaklega fórundalúpunum, menn þurfa að fara svolítið varlega þegar þeir blokka þau. Já, sjáum hérna að Tobbi er kannski aðeins búinn að slaka á, sko. Hann verður að koma opnum sinni inn. Ég hef enda séð Tobba að vinna leik, af hans að opna einu sinni, sko. Hann er góður í því. Er það leikur sem að hann hefur gaman að rifja upp? Nei, svo sem það ekki. Hann var ekki viljandi að hann opnaði aldrei, sko. 7-6 fyrir Tobba. Þetta var rétt hann á Tobba. Frábær uppgjöf, setta þessu upp, en hann er ekki búinn að vanur að segja undan. Já, flott spil hann að Pétri. Já, aftur að ná honum þannig á snúningnum í uppgjöfinni. Það er greinilegt að það er eitthvað kombo, þessi uppgjöf, móttökunar á Tobba og þriðjuboltinn hjá Pétri. Þetta einhvern veginn fellur vel Péturs megin. Já, hann gerir Tobbi vel eins og var. Flippaði hann djúpt í bakhönd á Pétur. Góð ekki að Tobba þannig þungt spinn. Já, dýrt klúður hann af Pétri. Við erum komin á 8-8 í 10-8 núna. 2 móttökur í vaskinn hann af Pétri. En Tobbi hann er með góður uppgjær. Mikið spinn. Já, Pétur hann bókstaflega þarf að taka næstu 2 stig. Annars er hann úr leik. En Pétur Aukjöfuna, hann hefur náð að stýra stigunum betur þegar hann er Aukjöf. Vá. Þarna kom þessi bomba hjá Tobba. Og Tobbi fer áfram í næstu umferð. 2-0 sigur á Pétri. Fínn leikur, en Tobbi kannski alltaf einu skrif undan. Já, ég er sammála því. Pétur var nú ekkert að gera illa í þessu. Hann var að spila ágætlega, náði ekki alveg að klára öll sín færi. En fínn leikur yfir höfuð. Ég held bara að báðir leikmenn geti gengið ágætlega sátti frá borði. Nákvæmlega. Sjáumst næst.